að það tala allir að fangilsin okkar séu full af útlendingum og þess vegna séu allir að bíða eftir afplánun og eitthvað. Hvað finnst þér það ef að erlendur ríkisborgari brýtur af sér? Finnst þér að hann eigi að afplána hér eða finnst þér að hann eigi að vera náttúrulega mismunandi eftir tilfellum væntanlega? Já, sko það náttúrulega þegar menn brjóta af sér að þá þurfa þær náttúrulega að afplána sinn dóm, skilurðu, og ég er alveg sammála því. Sko mér finnst ekki að það eigi að bara þú brýtur að þér og þú bara sendur úr landi og mátt ekki koma aftur. Mér finnst það ekki hægt. Nei. Mér finnst heldur ekki hægt að íslenska ríki eigi að leigja eitthvað fangils út í heimi til að senda á brotamenn því að það er ótrúlega dýrt og við getum ekki fylgst með mannréttindum og öðru slíku þar. Mér finnst að íslenska ríkið eigi að gera beina samninga við svona helstu ríkin sem þessum sem eru hér á landi. Þannig að menn geti fengið dómana sinna hér og svo eru þau bara sendið til síns heima að afplána þar eftir þeirra reglum. Og í flestum tilfellum afplánaði lengur heldur en hér. Þannig að það finnst mér vera lausnin. Það er ódýrara. Það er besta niðurstaðan fyrir okkur. Þá getum við sinnt okkar hóp betur en það er líka mannúðlegra fyrir þann hóp vegna þess að það er mannúðlegra að menn afpláni í sínu heimalandi hjá sinni fjölskyldu og þó að þessir aðilar áttar sig ekki á því strax eða eitthvað, að þá er það fjölskylda þeirra sem skiptir máli líka, skilur. Þannig að fyrir mér er þetta eina viti að búa til beina framsalssamninga við önnur ríki. Við erum með óttalegt kerfi sem er erfitt að breyta. Við erum með full fangilsi af burðardýrum sem eru yfirleitt konur, oft fórnarlöp mannsals. Þetta eru allt konur sem munu fá dóma meira að minna sem eru undir 2 árum og þar er leiðandi gætu að tekið út í samfélagsþjónustu. En við erum þannig að við gætum alveg breytt kerfinu þannig að þær fengju dóm kannski bara innan viku því að við vitum alltaf hvað þeir fái dóm hvað sem er með við magnið, þeir fá bara dóm strax, farið svo bara beint á áfangaheimili og sinni samfélagsþjónustu og farið svo bara heim, skilur, það er ódýrasti kosturinn. En við þurfum það er ekki bara nóg að dómsmálaráðuneytið eða fangilsi vilji gera þetta, heldur það þarf að breyta viðhorfi lögregluembætta. Við erum til dæmis með lögreglustjórann á Suðurnesjunum sem býr til endalaus mál á fólk. Það er ekki nóg að hann tækja það fyrir smygl. Hann býr til önnur mál sem er misferli með peningaþvætti og skipulega glæpast þar sem eitthvað svona og svo er endunum þá frá flestir bara dóm fyrir í raun og veru smiglið en hitt annarkot sýknaðir eða ekkert fyrir það. Þannig að það er verið að búa til svo mikið vesen og búa til og þetta kostar svo mikið. Þetta er bara eitthvað sem þarf að breyta og við eigum bara eigum ekkert ef það væru Íslendingar þá væru þeir ekki fangilsi. Þá væru þeir bara úti og myndu taka til samfélagsþjónustu. Og við eigum ekki að mismuna fólki svona. Það er þannig. Það er þannig, já. Þannig að við eigum að láta þau bara í samfélagsþjónustu alveg eins og Íslandingana. Og þá erum við búin að losa bara 40 pláss í fangilsunum, skilur við nú þegar bara. Og þá er þetta að vinna á biðlistum og annað slíkt, Flestir sem eru á biðlistum í dag eru 700 manns eða eitthvað. Og menn ofta að bíða í mörg ár eftir að komast inn en ég held að meiri hlutin af biðlistunum geta sinni afplánun í samfélagsþjónustu. Það er að segja þetta eru lægri dómar þannig að það er bara verið að bíða eftir að komast að þar. En ástæðan fyrir því eins og allir þessi burðardýr sem ég var að minnast á þetta er 75% af þeim sem eru í gæsluvarðhaldi. Það eru þessi burðardýr sem eiga ekkert að þurfa að vera í fangelsum. En það er ástæðan fyrir því að prósentaðin er svona há, skilur við, af því að ef þetta var Íslendingar þá væru þeir bara lausir, En heildarfjöldi útlendinga í fangelsum er 40% og það er með þessum, skilur við, gæsluvarðhaldi og öllum, Mér finnst, eins og segi, þegar við erum búin að gera beina framsalssamninga og laga þetta, þá erum við ekkert með lengur eitthvað vandamál.